Áli, það Stjarnan úti, félag sem þú þekkir. Já, við erum búin að mætast nokkur sinnum í bikar og úrslitakeppni og ég heldur með þess að við erum að spila við á 4. desember og svo við á í bikarnum hvað 11. minnum mig. Þannig að já, bara spenntur. Grindvíkingar ekki bara farnir að kunna svolítið vel við sig í Mathúsinu? Okkur ekki gengið allavega síðast ári, þá vorum við alltaf að skíttapa móti þeim í Mathúsinu. En við höfum alveg unnið þar áður, þannig að við ættum alveg að þekkja það. Ég held að það skipti ekki máli hvort að húsi eða eitthvað slutt. Það er bara hvernig þú mætir í leikinn og við þurfum bara að mæta tilbúinir þegar þeir eru með hörku lið og vel þjálfaðir og allt þetta. Þannig að við þurfum bara að mæta klárir og halda áfram að byggja á það sem við erum búin að gera í síðustu leikin. Það hafi verið bara mikil uppleið síðustu vikur. Það tekið 3 að maður myndi dæma bara sterk lið á bara einni viku. Hlýtur að vera svona ákveðin kraftur í Grindavík núna. Já, við erum bara að allir að segja eitthvað sem að toppa okkur villum tíma. Nei, ef við værum að toppa eitthvað núna þá hefur við unnið þessi lið með örugglega einhverjum stærri mun heldur en við gerðum. Við erum bara að halda áfram að bara reyna að vera betri og við erum eftir að laga fullt af hlutum skilur við. Þetta eru bara nokkur atriði sem að félgdu með okkur í þessum leikjum og mjög ánægði bara með hvernig við erum búin að tækla það og hvernig við erum tilbúinir að læra bara allir saman, allt liðið. Bara við erum alltaf leið og við sjáum einhver mistök á okkur í vítafundum eitthvað, þá bara herðu við þurfum að gera þetta betur, við þurfum að gera þetta betur. Við þurfum að laga þetta og við erum allir svona einhvern veginn svona samstiltir einhvern veginn inn á verkefnin sem er fyrir höndum og ég er bara mjög bjartsýnn og spenntur fyrir framhaldinu. Ákveðin umbrot í hópnum, losa ykkur, sem skipti út bandaríkjamanni í raun og veru, þrátt fyrir að vera að vinna. Er þetta ekki svolítið svona? Jú, margir sem að tala um þetta sé kannski ekki verið að rugga upp bátnum og eitthvað en það var bara, þetta var Travis yndislegur drengur og góður körfuboltamaður, en hann bara var kannski ekki rétta fittið þótt að við vorum að vinna. Hann var kannski líkur of mörgum leikmönnum í liðinu. Grindavík horfa kannski svolítið lengra fram í tíman heldur en? Já, bara svona aðeins að líta lengra það að fá kannski eitthvað sem sprengir upp kannski þegar þarf á að halda og það er alveg búið að gera það ljóst fyrir þessum leikmanni sem að koma að við erum að reyna að spila bestu vörn landsins eins og þannig að ef hann ætlar að koma og vera með eitthvað fokk þá bara er það bara one way ticket þannig að hann lítur allavega mjög vel út til að byrja með og hann bara fínn einstaklingur fjall vel inn í og byrjar að tala við okkur strax þótt þetta er nýlendur á sunnudaginn, þannig að ég er bara mjög spenntur fyrir framhaldinu. Aftur á leiknum, getur þú lofað mér Grindavíkur sigri? Lofað? Já. Nei, ég get ekki, ég get lofað þér góður frammistöðu. Við skulum bara sjá hvert það fleytir okkur. Frábært, takk.